Komið þið sæl, Bragi Þórðarsson heiti ég, þið eru að horfa á íslenskt rally. Nú í þessum þætti ætlum við að fylgjast með aðalskoðunarrallinu sem að framfór helgina 7. og 7. júní. Nú þessi keppni fór fram á Suðurnesjum og var meðal annars keyrt innanbæjar í Reykjanesbæ á föstudagskvöldinu. Nú í þessa keppni voru skráðar 13 áhafnir og þar af 8 í allmesta flokknum. Það eru fjórhjólaðir bílar með túrbínur og 300 hestafl það bil. Þessi maður, Hilmar Bragi Þráinsson, sigurvegarum frá því í fyrstu umferðinni, hann var ekki með að þessu sinni. Heldur lánaði honum Valdimar Jón Sveinsinni bílinn og hér sjáum við hann. Þetta er mjög góð bíl. Nú þá förum við yfir í keppnina sjálfa. Hér koma fyrstir á fyrstu leið Íslandsmeistararnir frá því fyrra, Henning og Árni. Nú þeir náðu tímanum með 1 mínútu og 46 sekúndum á þessari fyrstu leið sem að lágu Nikkelsvæðið rétt fyrir ofan Reykjanesbæ. Þeir duttu úr leik í fyrstu keppninni og það var því algjört lykilatriði frá að klára þessa keppni til að fá einhver stig í baráttunni Íslandsmeistaratitilinn. Nú næstir á leiðinni komu svo Baldur og Aðalsteinn. Og þegar þeir komu hér fram í myndavélinni þá má sjá að þeir eru með sprungið vinstra framdekk. Og þeir töpuðu virkilega miklum tíma þessari fyrstu leið. Voru 1 mínútu og 58 sekúndur með þessa leið. Og eru því að tapa, einhverjum 13 sekúndum á þá Henning og Árna. Þetta þeir vildu ekki byrja rallið svona. Nú þriðji í rástöru koma svo Daniel Sigurðsson og Ásta Sigurðardóttir, systkinin. Daniel var að keyra virkilega hratt í þessari keppni og náði hann besta tímanum á þessari leið. Og tími þeirra á leiðinni 1 mínúta og 43 sekúndur. Hann er þá að taka þarna 3 sekúndur af þeim Henning og Árna strax á fyrstu leið. Nú fjórðu í rásir að koma svo Valdimar Jón Sveinsson og Sigurjón á landsefnum sem að Hilmar vann fyrstu keppnina á og við sjáum að Valdimar hérna full grimmur í þessa beygju en sleppur með það. Hann náði sama tíma á Daniel á þessari leið 1 mínúta og 43 sekúndur og eru þeir því jafnir á toppnum eftir þessa fyrstu stuttu sérleið á föstudeginum. Nú svo kemur Gunnar Karl og Elsa á Mitsubishi Lancer Evolution 5. Gunnar Karl er alltaf að auka ferðina og tími hans á þessari leið var 1 mínúta og 52 sekúndur en hann er þá hann að tapa 9 sekúndum á Daniel. Nú svo koma Sigvaldi og Skafti á Subaru Impreza. Þeir voru sömuleiðis að keyra virkilega grimmt í þessari keppni og voru greinilega að bæta sig frá síðustu keppni. Tími þeirra á þessari fyrstu sérleið var 1 mínúta og 58 sekúndur og er hann því þarna að tapa 5 sekúndum á Daniel en aðeins 2 sekúndum á Íslandsmeistarana Henning og Árna og það verður að deilast nokkuð gott. Og hér næst hjá okkur kemur Jóhannes Gunnarsson og Jane Victoria á Mitsubishi Lancer Evolution 6. Nú aðstoðarökumaður Jóhannes í þessa keppni, Jane Victoria, lenti því að veikjast á þessum fyrsta degi og þurfti Jóhannes að skipta aðstoðarökumann. Og Heimir Snær Jónsson tók við aðstoðarökumannsætinu en hann er mikill reynslubolti í þessari íþrótt. Og hann var aðstoðarökumaður hjá Jóhannesi allan seinni daginn. Nú Sigurður Óli og Malín Brand, þau duttu út á þessum fyrsta degi á sinni Toyota Celica eftir að vélinn gaf sig. En hún var orðin ansi veikburða eftir síðustu keppni og svo verið sem að það hefði ekki náð að gera við þá bilun. Nú svo koma Baldur og Guðni í svokölluðum non-turbo flokk. Þessi bíl er fjórhjóladrifinn eins og allir hinni sem við höfum séð hingað til, en ekki með túrbínu og er því, hann er einhver 160 hestafl meðan við að hinnir eru allir vel yfir 200. Og aðrir keppendur í þessum flokki eru Sigurður Arnar og Brynjar. Þeir raka einnig Subaru Impreza rétt eins og Baldur og Guðni. Og þeir náðu 5 sekúndna betri tíma heldur en þeir Baldur og Guðni á þessari fyrstu leið og voru þá komnir í fyrsta seti í þessum flokk. Nú Magnús og Hafdís voru einnig í þessum flokki í þessari keppni, þau kepptu ekki í fyrstu keppninni. Nú þessi bíl varð Íslandsmeistari í þessum flokki í fyrra.
En Magnús kvartaði undan því að gírkassin var ekki alveg eins og hann átti að vera. Hann var í erfiðleikum með að hitta í rétta gíra og náði hann afburðalegum tíma þessar leið, en það er þó aðalega vegna þessa snúnings sem hann fer aðeins og rætt í þessa beygju og tapaði hann 20 sekúndum á aðra keppendur í þessum flokki bara eftir þessa fyrstu leið sem var einhverjir 2 kilometrar eða svo. Nú hér höfum við svo Vikar og Arnar Freyr á Toyota Corolla. Þetta er eini bílinn í þessari keppni með einungis drif á einum öxli og voru þeir þá ekki í neinni sérstaklega í keppni við neitt. Þessi bíl fer mun hægar yfir heldur en hinni bílarnir og gat hann ekki keppt við eins og non-turbo bílana, þeir voru mun hraðari og hérna fer Vikar líka aðeins og hratt í þessa beygju og tapar tíma. Nú Kári Sveinsson og Björgvin Hermannsson voru skráðir í þessa keppni á þessum Mitsubishi Galant en þeirra för varð ekki lengri á þessari fyrstu leið eftir að demparinn fór hér í gegnum yfirbyggingu bílsins og voru þeir frá að hverfa eftir aðeins 1 kilometra af þessari keppni. Nú næst var svo haldið á höfnina í Reykjanesbæ. Þessi leið hefur verið keyrð í íslensku rally í mörg ár. Hér höfum við myndir frá árinu 2001 og þessi leið hefur breyst mjög lítið á svona mörgum árum og þarna koma oft mjög margir áhorfendur að horfa og hér höfum við Henning og Árna á þessari leið. Tími þeirra á þessum 2 ferðum sem voru reknar höfnina var 1:08 og 1:07 og þá var það bara að sjá hvort að aðrir keppendur myndu komast nálægt þessu. Þetta eru Keflvíkingar og ætti að þekkja þessa leið betur en aðrir. Hér koma svo Baldur og Aðalsteinn á Subaru Impreza. Tími þeirra á þessum leiðum voru 1:05 og 1:04 og eru þeir þá að taka 6 sekúndur af Henning og Árna á þessum 2 stuttu ferðum. Þessi leið er aðeins 1 kilometr og er það nú ansi mikið. Svo koma Daniel og Ásta og sjáu þið þetta hvernig þið farið gegn þessa þrengingu á fullri gjöf og koma svo í loftköstum hérna inn í þessa þrengingu og voru með mjög góðan tíma á þessum ferðum. Voru 1:05 og 1:02 og voru því með bestu tímana á höfninni. Svo koma Valdimar og Sigurjón. Tími þeirra á þessum 2 ferðum var 1:08 og 1:06 og voru þeir þá í öðru sæti eftir þessa fyrstu 3 leiðir. En við skulum skoða aðeins aftur hérna þessa þrengingu. Hér sáum við Daniel og Ástu fara í gegnum þessa þrengingu. Hann fer í gegnum hana í fullri gjöf og þannig er bílinn með eins mikið grip og hægt er. Og hér sjáum við svo Henning og Árna, Íslandsmeistarana þeirra fyrra. Þeir fara mun hægar í gegnum þessa þrengingu og ef við berum það svo saman hér þá sjáum við það að þeir byrjuðu á nákvæmlega sama stað en Daniel og Ásta eru rúmri sekúndu á undan Henning og Árna á aðeins 50 metra kafla. Við sjáum það að þeir koma inn í byrtuna á nákvæmlega sama tíma og svona vinnum við að tíma þeir allir. Þetta er bara 50 metra kafli og Daniel vinnur hérna rúma sekundu á aðra keppendur. Nú ef maður myndi nú spurja Daniel hvort að þetta væri hraðasta leið til að fara í gegnum þrengingu þá myndi hann eflaust svara því neitandi. Hér höfum við myndir frá árinu 2003 þegar hann keppti á Honda Civic og sjáu þið þetta. Nú eftir þessa 2 ferðir höfnina var keyrð leið sem að lá Stapann og svo var keyrt Stapafell ökugerði. Svo leið var keyrð fram og tilbaka. Hér höfum við Henning og Árna. Nú eftir þennan fyrsta dag sem voru þessar 6 sérleiðir voru Henning og Árni í 3. sæti á tímanum 19:46. Nú næstir á þessa sérleið voru svo Baldur og Aðalsteinn og hér sjáum við Baldur verða á mistök. Þarna eru þeir búin að vera að keyra á löngum beinum malbikuðum kafla og eru komnir á rúmlega 160 km ferð þegar þeir eiga að beygja hérna inn á mölina og hann sá þessa beygju allt og seint og keyra þarna yfir borða sem að sýnir keppendum hvar þeir eiga að beygja inn og reyndist það öðrum keppendum sem á eftir þeim komu talsett erfitt að ná að sjá hvar beygjan var án þess að hafa annan borða þarna. Nú tími þeirra eftir fyrsta daginn var 19:53 og voru þeir þá 7 sekúndum á eftir Henning og voru í 4. sæti
Daniel og Ásta voru með örugga forystu eftir hennar fyrsta dag og leiddu keppnina með 27 sekúndum á tímanum 19:08. Nú hér var Daniel svolítið heppinn, hann fer hér upp í stein og heppinn að sprengja ekki þarna hægra afturhjól, en hann slapp með það og var að keyra lista vel þennan fyrsta dag. Nú næstu koma svo Valdimar Jón Sveinsson og Sigurjón. Valdimar næði þessari beygju en var þó ansi tæpur og læsir þarna framdekkjónum á malbygginu. Þetta fyrir illa með þessi dekk, það er mjög mjúkt gúmmí í svona rallydekkjum. Nú Valdimar var í öðru sæti eftir hennan fyrsta dag, 27 sekúndum eftir Daniel. Nú hér sjáum við svo Baldur Arnar og Guðna Frey. Nú Baldur lendir í sama basli hér og nafni sinn og bremsar allt og seint hérna, en það var nú engin borði til að segja honum hvenær hann ætti að beygja inn. Nú Gunnar Karl og Elsa voru að keyra hann fyrsta dag nokkuð vel og voru þau í 7. sæti að honum loknum. Í 5. sæti yfir heildina voru svo Sigvaldi og Skafti. Þeir voru þarna orðnir 27 sekúndum á undan Gunnari og Elsu. En þetta voru flestallt stuttar leiðir þarna á föstudeginum og rallið byrjaði svo alvöru á laugardagsmorgninum þegar ekki var Djúpavatn. Hér séum við svo Sigurð Arnar og Brynjar. Þeir fara hér allt og hratt og missa gjörsamlega alveg af þessari beygju og tapa hér miklum tíma og voru orðnir 53 sekúndum á eftir Baldri og Guðna í non-turboflokki á þessum fyrsta degi. Nú hér sjáum við svo Vikar og Arnar. Þeir lenda í sama og Sigurður og Brynjar og fara hér allt og hratt og þurfa að snúa við. Nú Jóhannes og Heimir voru ræstir á eftir Vikari í þessari keppni og eru þeir þó á 300 hestafla Mitsubishi meðan að Vikari er á 130 hestafla Corolla og hér máttu nú litlu muna að Jóhannes að endanlega bara keyrt framan á Vikar því hann kemur hérna bara rétt á eftir. Og er þetta ekki sniðugt í svona rallykeppnum að ræsa svona aflminni bíla á undan þeim afl meiri? En staðan eftir hennan fyrsta dag. Daniel Ásta leiða örugglega með 27 sekúndar fráskot á Valdimar og Sigurjón. Henning og Árni þar 11 sekúndum á eftir og Baldur á eftir 45 sekúndum á eftir Daniel og Ástu. Nú Sigvaldi og Skafti eru þarna með nokkuð örugt fráskot á Gunnar Karl og Elsu. Og svo kom Baldur Arnar og Guðni hérna að leiða non-turboflokki nokkuð örugglega. Jóhannes hérna ennþá að venjast nýjum aðstoðarökumanni og er því ekki í toppbaráttunni hérna. Sigurður Arnar kominn ansi langt á eftir og sömu sögir að segja Magnúsi og Hafdísi. Og Vikar er svo hérna í síðasta sæti. Nú þá var komið að laugardagsmorgninum og þar voru keyrðar 3 ferðir Djúpavaðsleiðina. Og þá eru komnir fyrstir rásröð Daniel og Ásta, þar sem það er sett upp nýr rásröð eftir fyrsta dag, eftir því hvernig staðan er í keppninni. Nú Daniel varð frá að hverfa á þessari leið, eftir að stýrislanga fór úr sambandi, og er þetta síðast að við sáum af Daniel í þessari keppni. Það var leiðilegt, hann var að gera virkilega vel. Nú þá var komin upp í fyrsta sendið Valdimar og Sigurjón. Virkilega vel gert hjá þeim á þetta er aðeins fyrsta keppni þeirra á þessum bíl. En sú forysta endist ekki lengi þar sem að Baldur og Aðalsteinn keyrðu virkilega hratt á þessari fyrstu ferð og voru Baldur og Aðalsteinn komin með örugt fórskot eftir 3 leiðir. Valdi, þú hefur verið að tapa svolítið miklum tíma á Baldur í morgun. Já, það er rétt. Af hverju? Það er bara svona góður að gera. Er bíllinn alveg búinn eins og hann á að vera? Það segja mér allir sem horfa hann sé að fúska. Ég er náttúrulega kann ekkert á hana bíl, ég hef aldrei gert hann áður. Nú þriðju í rásröð á þessum fyrsta degi voru Henning og Árni, Íslandsmeistararnir frá því fyrra. Þeir voru að lenda í svona smá bílunum hérna laugardagsmorguninn og komist þá ekki upp í annað sætið eins og flestir höfðu haldið eftir að Daniel datt úr keppni. En þeir náðu að hanga á 3. sætinu þegar að þessar fyrstu 3 leiðir voru búnar morguninn. Þú varst 25 sekúndum á eftir Valda fyrir þessa leið, eftir að tapa öðrum 18 á hann hérna. Já, við erum bremsulausir á öðru afturhjóli og jafnvægi í bílnum ekki rétt, þannig að
Þetta ekki alveg eins og á að vera. Já, ekki eins og það á að vera, en hjá þessar áhöfn var allt eins og það átt að vera. Þeir náðu lang besta tímanum á þessari fyrstu ferðum djúpavaðsleiðina og héldu svo bara haus næstu 2 ferðir og voru konu með nokkuð örugga forystu í þessari keppni eftir þessa fyrstu 3 löngu og erfiðu leiðar. Djúpavaðsleiðin er 20 kilometrar. Þú ert að taka meiri tíma að valda, þú ert að auka fórskotið. Já, þetta bara, ég held þessi 3. ferðin akkurat á sömu sekundinni, þannig ég bara ákveða 1 tíma og hann stendur bara. Þá var komið að baráttunum, já núna 4. sætið í keppnin eftir að Daniel datt út. Hér er Gunnar Karl og Elsa. Gunnar og Elsa voru ræst hér á eftir Sigvalda og Skafta þar sem að Sigvaldi var með 37 sekúnda fórskot eftir fyrsta dag. Og var þetta fórskot eitthvað sem að Gunnar Karl ætlaði að þurrka út á þessum 3 ferðum djúpavatnið. Og gekk það bara nokkuð vel hjá þeim Gunnari og Elsu. Og hér höfum við svo Sigvalda og Skafta. Nú fórskotið sem að þeir höfðu fyrir þennan dag minnkaði jafnt og þétt á þessum leiðum djúpavatnið. Eftir fyrstu ferð var munurinn orðin 25 sekúndur og eftir aðra ferð var það orðin 9 sekúndur. En við hittum Sigvalda eftir 3. ferðina. Þú varst með 9 sekúndna fórskot á Gunnar Karl fyrir þessa leið. Hvernig gekk þessi ferð? Bara allt í lagi held ég. Betur en áðan. Heldur hann að halda þessu fórskoti? Við erum svo hægir hérna fyrir. Gangið vel. Takk. Nú Gunnar Karl og Elsa lögðu svo allt í sölurnar af þessari 3. ferðum djúpavatnið og náðu að komast upp í 4. sætið eftir þessa fyrstu 3 ferðir. Gunnar, þú ert að taka 18 sekúndur að Sigvalda og ert komin upp í 4. sætið með 9 sekúndna fórskot. Það er gaman að heyra það. Það er búið að vera markmiðið allan morgun. Ætlarðu að reyna að halda þessu fórskot að klára í 4. keppnina? Já, næstu leiðar er náttúrulega ekki eins fyrir skoðar hjá okkur sko, en jú, við náttúrulega gerum allt sem við getum, sláum ekkert af. Takk fyrir, gangið vel. Já, takk fyrir. Já, þetta var ástæðan fyrir því að Gunnar Karl vildi að vinna upp þetta fórskot á djúpavatninu. Hann var ekki búinn að skoða hinnar leiðarnar þessum degi jafn vel. Nú eftir djúpavatnið var keyrð 1 ferð Nikkelið og þar náði Sigvaldi að minnka muninn í 5 sekúndur. Og svo voru keyrðar 2 ferðir Helguvíkina. Nú í fyrri ferðinu Helguvíkina þar var þeim Sigvalda og Skafta á smá mistök og töpuðu þeir þar 15 sekúndum á Gunnar Karl og Elsu og var því munurinn orðinn 20 sekúndur fyrir síðustu leiðina í þessari keppni. Og hér koma svo Gunnar Karl og Elsa. Þau þurftu rauninni bara að klára þessa síðustu ferð til að ná að halda 4. sætinu sem að þau voru búin að vinna svo hart í að ná morguninn. En í þessari seinni ferð þá var komið að Gunnari Karli að gera mistök. Hann fór ranga leið á þessari ferð, við sjáum það hér. Hann er að koma hérna tilbaka eftir að hann hafi beygt vitlaust, fer hér síðan inn á malbikið og þarf svo að fara fyrir steinavegginn sem við sjáum hér. Og hér er hann svo að koma í mynd og sekúndurnar tifa inn og það var því ljóst að hann myndi ekki ná að klára þetta rally í 4. sætinu. Hann tapaði í 4. sætinu hér á síðustu leið og varð munurinn á þeim og Sigvalda 7 sekúndur. Nú öruggir sigurvegari þessari keppni Baldur Haraldsson og Alsteinn Símonarson á Subaru Impreza. Þeir lentu í 2. sæti í fyrstu keppninni og svo fyrsta hér og eru þá komnir í nokkuð góða stöðu í Íslandsmótinu. Þeir voru að keyra alveg frábærlega í þessari keppni og gaman að sjá hvað Baldur eykur hraðan á þessari bifreið jafnt og þétt. Nú í 2. sæti Valdimar Jón Sveinsson og Sigurjón Þór Þrastarsson. Þetta var virkilega vel gert hjá þeim félögum. Valdimar að keyra þessari bifreið í sinni fyrstu keppni. Og já, það er líka komin einhver ár síðan að Valdimar keppti síðast í rally. Hann hefur verið að keppa í torfæru. Nú í 3. sæti Henning og Árni. Þetta var ekki þeirra dagur. Bílinn, já það voru einhverja smá bilanir og svona en
þeir ætla að kippa því liðin fyrir næstu keppni. Og ég að reyna að finna ykkur fleiri hestöfl líka. Henning ætlar að setja betri tölvi í þessa bifreið. Nú í 7. sæti í þessari keppni á eftir þeim Sigvalda og Gunnari Karli voru Baldur Arnar og Guðni Freyr og voru þeir þá líka í 1. sæti í sínum flokki. Og já, það var nú eiginlega engin keppni þetta 1. sæti eftir fyrsta daginn. Þeir voru með tæplega mínútu í forskot eftir þann dag og gátu þeir þá bara keyrt á sínum hraða þennan seinni dag og kláruðu þetta nokkuð örugglega. Í öðru sæti í non-turboflokki voru svo Sigurður Arnar og Brynjar. Þeir voru einfaldlega ekki að keyra nógu hratt í þessari keppni til þess að ná að berjast 1. sætið. En þessi bíl líka ekki með jafn góða vél og bílinn hjá Baldri og Guðna. Nú í 3. sæti í þessum non-turboflokki voru Magnús og Hafdís. Magnús var með þennan bíl í láni og var þá kannski ekki að keyra alveg að pratt nú hann getur. Og hann lenti síðan í vandræðum hann á fyrsta degi með að bílinn var að festast í gírum. Og endaði hann þessa keppni tæpri mínútu á eftir þeim Sigurði og Brynjari. Nú hér höfum við svo stöðuna í Íslandsmótinu eftir þessar fyrstu 2 umferðir. Baldur Aðalsteinn með örugga forystu og Hilmar Bragi og Elvar þarna í öðru sæti þrátt fyrir að hafa ekki keppt í þessari keppni. Valdimar Sigurjón með 8 stig, Baldur Arnar og Guðni með 20 stig í sínum flokk og 8 stig yfir heildina. Gunnar Karl og Elsa og Sigvaldi og Skafti með jafnmörg stig. Jóhannes og Heimir með 6, Henning og Árni með 6 eftir að lenda í 3. sæti hér en dottið út úr fyrstu keppninni. Guðmundur og Ólafur í non-turboflokki, þeir kepptu ekki í þessari keppni og eru því með 8 stig eftir annað sætið í fyrstu keppninni. Sömu sögur að segja Sigurður Arnar og Brynjar náðu 8 stigum í þessari keppni. Magnús og Hafdís með 6 stig í non-turboflokki og Sigurður Óli og Malín með 1 stig til Íslandsmeistara. Baldur Aðalsteinn, þið sigruðu þetta rally nokkuð örugglega. Þetta leit nú ekki vel út eftir fyrstu leið í gær. Nei, þetta byrjaði ekkert rosalega vel. Við sprengdum dekk eftir 20 metra held ég. Við þurftum að keyra á sprungnu fyrstu leiðina. Það var svona, svo gekk ekkert alltof vel á stapanum. Við gátum ekki leiðaskoðan og hálf viltust þar og þetta var svona aðeins upp og ofan í gær en svo smallit í dag, virkilega. Já, þið keyrðu virkilega vel í dag. Af hverju eru þið að keyra svona hratt með í síðustu keppni til dæmis? Baldur bara ná mikið betri tökum á bílnum, hann læra á hann og það gengur hratt og vel. Keyrðum mjög stöðugt, ákváðum á fyrstu ferðum Djúpavogsins í morgun þar sem aðalkeppnin fór fram að keyra bara nokkuð örugglega en samt hratt. Það dugði til að vera með langbesta tíman, svo við heldum því bara næstu 2 ferðir á Djúpavogsinu og það endaði í því að við keyrum á sömu sekúndunni þessar 3 ferðir. Alltaf nákvæmlega sami tíminn. Baldur, heimakeppnin næst, þú lítur alltaf að segjur þar? Þar verður allt eða ekkert. Það bara svoleiðis. Gangið vel þar. Takk hérlega. Takk. Já, Baldur verður á heimavelli í næstu keppni sem framfyrir í Skagafirði en það er aldrei að vita með þessi áhöfn. Sigurður Bragi og Ísak munu mæta í þá keppni þegar hafa gert það undanfarin ár og keyra þeir virkilega hratt. Nú sérliðarnar í Skagafirði eru virkilega skemmtilegar. Hér höfum við myndir frá árinu 2001, þetta er Hjörtur og Ísak á leiðum Þverárfjall. Hægri fjórið í hægri fjórið í hægri. Skagafjarðarallið fer fram síðustu helgina í júní og við ætlum að enda þennan þátt á að sýna ykkur myndir frá baráttunni í non-turboflokki frá því í fyrra og vonandi sjáumst við öll í næsta þætti. Þú að fá hægri 2 yfir hæð hér og svo hæð 570. Loftretting.